síðasta þætti okkar kynntum við til leiks Ívar Gunnarsson, vídeobloggara sem býr í Reykjanesbæ og hefur verið duglegur að skoða margar perlur Reykjaneskagans. Við fengum hann til að kynna sig og það sem hann að fást við. Ég heiti Ívar Gunnarsson, ég 43 ára, búinn og barnfæddur Kópavogsbúi, en ég flutti hérna til Reykjanesbæjar fyrir núna hartnær 8 árum síðan. Ég ætla að leyfa mér að svara þessari spurningu hvað ég geri pínlítið öðruvísi, því ég held að mörgu fólki sé ekkert endilega alltaf greiðu gerði með því að tengja það beint við starfsvettvanginn sinn. Það er fullt af fólki sem að vinnur einhverja vinnu sem þeim kannski líkar ekki sérstaklega vel, bara til að geta borgað reikningana og síðan gert það sem þeim þykir virkilega skemmtilegt. Þú veit maður að leyfa þessu fólki að skilgreina sig eftir því sem það gerir sem því þykir skemmtilegt. Og í tengslum við það sem við erum að gera hérna núna, þá vídeoblogga ég. Ég stunda frisbeegolf, ég kenni börnum og úlingum sjálfsvarðanlistir, við tíma með fjölskyldunni, vinum og allt þetta og sjálfsagt ótal margt annað. Samhliða þessu ég reynda svo heppinn að vinna við vinnu sem að mér þykir afskaplega skemmtileg hjá mjög góðum vinnuveitanda og ég vinn í upplýsingatæknimálum hjá Marel. Ég byrjaði að vídeoblogga fyrir 2 árum síðan og þetta eiginlega svona sjálfvirk einhvers konar nútíma tækni framlenging á því að maður bloggaði hérna eins og allir aðrir fyrir 20 árum síðan. Fyrir mér þetta svona útrás fyrir sköpunarþörfina, fyrir einhverja tjáningarþörf. Þetta sömuleiðis svona í þessu falin ákveðin núvitund þegar maður reynir að framleiða eða búa til eitt nýtt vídeo á viku að þá það maður stöðugt að hafa augun opin fyrir því sem að gerast í umhverfinu til að sjá hvort það maður finni eitthvað umfjöllunarefni og sömuleiðis fyrir mér þetta bara svona söguleg heimild á dagbókarformi fyrir sjálfan mig og mögulega aðra svona til að geta skengst síðan seinna meir aftur í tíman og skoða hvað maður var svona að hugsa hverju sinni. Útivist, ég auðvitað stunda þess almennu útivistarsvæðinu eins og allir aðrir, gengið á Keili og gengið á Þorbjarnarfell og svona skoða strandlengjuna og allt þetta, en það var ekki í rauninni fyrir en ég byrjaði að vídeoblogga sig, ég fór svona að veita allum svona smáatriðum athygli og fór að grennslast fyrir að þess áhugaverði staði og þá kviknaði virkilega áhuginn á þessu og ég fór svona að skoða betur öðruvísi heldur en þessi stígvéli. Nei, ég held að ég myndi lýsa Reykjaneskaganum sem svona litlum skemmtigarði, svona upp á ensku theme park, svona með alls konar náttúrufyrirbrigðum sem búið að pakka inn á óbúinlega viðráðanlegt svæði. Hvað komið mér óvart, ég veit ekki, ég þarf svolítið kannski að horfa tilbaka því að það er langt síðan ég flutti þetta söður eftir. En ég hugsa kannski að það sem kemur fyrst upp í hugan fjarlægðin. Mér fannst þetta að vera svo miklu lengra í burtu og fjarlægar frá höfuðborgarsvæðinu heldur en það sem ég áttaði mig á að það klálega ekki eftir ég kom hérna. Hver algengasti misskilningur þetta hljómar svo spurning sem hönnuð til að setja mig í einhver vandræði. Ég get auðvitað ekki svara fyrir höfuðborgarbúa í heild sinni, ég verð bara að svara fyrir mig. En ég held að maður átti sig ekki á því hvað hér mikil fjölbreytni, bæði í náttúrunni og bara mann- og menningarlífi. Ég held að fólk hafi tilhneigingu til að líta á þetta sem fjarlægara og einfaldara heldur en þetta Já, ég held að sé svo sannarlega af nógu að taka. Hvað söguna var það náttúrulega hefur verið hér byggð í yfir 1000 ár og það klárt að það eru alls konar minjar, alls konar áhugaverð saga sem hægt að grúska og kafa dýpra í og menning bara einfaldlega þess eðlis að sérstaklega þegar við erum komið með samfélag sem orðið þetta stórt eins og samfélag hérna suður frá að þá það í stöðugri hreyfingu, stöðugri mótun þannig að það alltaf eitthvað nýtt að birtast, nýtt að verða til sem áhugavert að skoða og kynna sér. Þannig að ég held að það sé fyrir svona praktískt séð frá mínum bæjardyrum allavega algjörlega óþrjótandi brunnur af efni. Að lokum, nei, ekkert sérstakt annað en bara það, áhugaverðar spurningar, gaman að fá tækifæri til að svara þeim. Hvet alltaf til að kíkja á YouTube-rásuna mína og endilega subscribe af þeir sem ekki hafa gert það nú þegar. Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info, Kalka sorpeyðingastöð, Lagnaþjónusta Suðurnesja, Verkfræðistofa Suðurnesja, framúrskarandi frá upphafi, SI Raflagnir, nýjar íbúðir við sjávarsíðuna í Reykjanesbæ, bókið Skoðun, Stuðlaberg fasteignasala Reykjanesbæ, eignamiðlun Reykjavík